Þær Svava og Anna Kristín eru umsjónakennarar 4. bekkjar í Giljaskóla. Þær eru afskaplega frumlegar og uppátækjasamar í kennslunni og óhræddar við að fara nýjar leiðir. Þegar við heimsóttum skólastofuna þeirra blasti við okkur kort af landi sem við könnuðumst ekki við úr kortabókunum. Svava kunni svör við því. Samkvæmt námskráð þá eigum við náttúrulega að kenna krökkunum jafnrétti og lýðræði og við lögðum svolítið höfuðið í bleyti hvernig við getum farið að því. Til að nálgast þessa 10 ára krakka sem við erum með, börn. Fannst viðfangsefni svolítið erfitt en duttum niður þessa hugmynd að búa til jafnréttisland og þróa það yfir langan tíma. Við erum búin að vinna með það núna í rúmlega ár og tökum svolítið svona samfélagsverkefni sem eru á döfinni hverju sinni. Þau byrjuðu á því að hugsa hvað er jafnrétti og það er svo gaman að segja frá því að þau eru svo mikið betur stödd heldur en maður kannski hugsaði sjálfur vegna þess að þau alast upp við allt annað og eru mikið nær jafnrétti heldur en að kannski maður hélt. Lýðræði þá vinnum við með kosningar, alvöru kosningar og landið er búið til eftir slíka kosningar. Þau unnu í hópum, komið 6 tillögur útlit á landinu og þessi tillaga sérst vann, þetta er eins og broskall. Saman gilti fánana og þau kusu tillögu og þetta er fánin sem vann. Kosningarnar sem Svava talar eru sko engar platkosningar, heldur í stofunni sérútbúinn kjörklefi þar sem lýðræðislegar kosningar fara fram. Þegar okkur bar að garði voru krakkarnir til að mynda að kjósa samgönguáætlun fyrir jafnréttislandið. En vita börn í 4. bekk hvað samgöngur eru? Ég held að þau vitið það í dag. Þau vissu það ekki fyrst þegar við byrjum að tala við þau samgöngur. En ég held að það sé komið inn hjá flestum, já. Þannig að þið reynið svona að ræða bara málefni sem á döfinni. Geturðu sagt mér aðeins svona hvað kom upp til dæmis hjá þeim? Hvaða hugmyndir komu þau með þegar þið ræddu samgöngur? Sko, kannski svona áhugaverðast hugmyndin þeirra og þeim fannst mest spennandi voru lestarsamgöngur. En þau ræddu flugvöll og vegi og þetta gaman sem að segja það, þau kom inn á umræðum sjúkraflug, þannig að maður heyrir að þau fylgjast með og það rættu þau vita hvað á döfinni. Göng og þau vita vaðlaheiðargöngin og hafa heyrt fréttir þau. Svo langar mig að spyrja þau út í kennslustofuna, þeir eru 2 að deila sömu kennslustofunni, hvernig kom það til? Já, góð spurning. Okkur langaði til þess að vinna meira saman og nánar saman. Við skelltum okkur í að hafa opið alltaf og sjáum ekki eftir því. Því að þetta er mikill styrkur og við erum 2 hvert barn, hjálpumst að gera áætlun og vinna saman, þannig að þetta er mikill styrkur fyrir okkur. Og við teljum þetta að vera bara mjög gott fyrir krakkana líka. Skólastofan mjög litrík og þar eru alls konar hlutir sem vekja athygli manns. Til dæmis eru þar afar spennandi krukkur. Hvaða tilgangi skildu þær þjóna? Og við höfum undirbúið svona ýmis verkefni sem eru svona hands-on verkefni, áþreifanleg verkefni og en þetta eru sömu námsþættir í bókunum. Og við byrjuðum með til dæmis krukku, pinnakrukku sem heitir Ég er búin krukka og ef þau eiga afgangstíma búið með verkefni þá mega að fara í krukkun og draga sér pinna og þar eru ýmis verkefni eins og fara þú á hendur eða laga til í bekkjabókasafni, púsla, fara í iPadinn, einhver svona öðruvísi verkefni. Og svo einn daginn gerist það, þau spurðu hvort við getum ekki gert hreyfikrukku og við erum gjarnan að segja að við getum allt. Þannig að úr fæðist svo hugmynd að við eigum hreyfikrukku og sem er alveg rosalega skemmtileg og þau ákveðu verkefnin í hana á hvern pinna og einn daginn þá við eigum drengi sem æfa bókfimi og markmið var hjá þeim að geta haldir á þyngri boga og ræddu við okkur að það vantaði upphífingastöng og við hefum alveg frábært nokkuð svörð og til gaman sem að geta þess að hann var ekki lengi að redda því og við erum með upphífingastöng, mjög skemmtilegt. Þannig að þið eru örugglega eina skólastofan á landinu sem með upphífingastöng eða hvað? Já, við segjum svolítið að hér megi hanga, það er kannski ekki alls staðar. En við eigum núna orðið Íslandsmeistara í bókfimi og við erum alveg vissar að hreyfikrukkan á sinn þátt í því. Svava og Anna Kristín notast við hið svokallaða PALS-kerfi í sinni kennslu, en þær eru sjálfar leiðandi í notkun þess og þýðingu á landinu. En hvað er PALS? Já, PALS er amerískt. Það kemur frá Vanderbilt háskólanum í Texas og það hefur verið þróað þar og
og unnið með þar held ég, 20 ári eða eitthvað svo leiðis. Og upphafsmaður hér er Hulda Karin Danielsdóttir, hún er verkefnastjóri þjónustumiðstöðvar Miðborgar og Hlíðar og hún líka hún byrjaði með PALS fyrir lestur og við Svava kynntumst því fyrir 2-3 árum síðan og leist svo vel á það, við prófum það með krakkunum okkar og svo þegar við fórum að hugsa hvort þetta væri ekki hægt að gera þetta líka í starffræði. Svo fórum við að grennslast fyrir og settum okkur í samband við Huldu Karin. Og þá var hún akkurat að leita af manneskjum til þess að þýða þetta verkefni og fekk okkur í verkið. Og við erum búin að vera að þýða þetta og svona aðeins að pröfukera þetta og þetta er hugsað sem pör að læra saman. Og hvað eru krakkarnir að læra þegar þau nota þetta PALS? Þau læra að vinna saman, þau læra að tala starffræði og þau læra að rósa hvert öðru og gefa hvert öðru endurgjöf. Það sem mjög mikilvægt að þau tali starffræðina. Hvað á ég að gera næst og af hverju á ég að gera það og hvar á ég að byrja? Fyrir áhugasama kennara eða foreldra sem vilja kynna sér PALS eða aðrar hugmyndir, verkefni og vinnu þeirra Svövu og Önnu Kristínar er hægt að skoða Facebook síðu þeirra í Pokahorninu.